Yngvi, til hamingju með þennan magnaðan bikarmeistaratitil. Hvernig er svona fyrstu viðbrögð til leikinn? Það þetta bara, ég er á bleiku skíi bara, ég er þetta ofsalega ánægður og maður svona orðlauslega. Þetta var flottur leikur hjá mínum mönnum og að samanskapi vil ég nota tækifæri og þakka Völsunum fyrir drengilega leik. Þeir eru með alveg ofsalega flott lið og vel þjálfaðir. En við náðum bara að halda spennustíginu og ég sagði fyrir leikinn við þá að við værum svona underdogs en þeir vinna líka. Og svo er þetta alveg ótrúlega flotti strákar svo fáir séu, þá þetta meira átt að lið. Þetta er búið að vera svolítið góð helgi hjá okkur, ég sá okkur í gær í kringum leikina í gær, búið að vera mikill undirbúningur fyrir þessa helgi. Já, við tókum svona sightseeing tour hádegisleiti í gær, svona til þess að ná skrekknum mönnum að þeir væri búin að fara baksviðs og þetta væri ekki alveg nýtt og svo fórum við á leikina til þess að sjá svona umgjörna. Þetta bara búið að vera frábær helgi og KKÍ á hrós skilið fyrir umgjörðin og bara vonandi þetta komið til þess að vera. Æðislegir leikir í meistarafloknum og bara meira áttar helgi. Þetta lið sem þú ert með í höndunum, eins og þú segir ekki með marga leikmenn, með 2 svona mjög góða leikmenn en þú spilar þetta samt svolítið eins og lið. Já, það er kannski þeirra, það þekkja allir sín hlutverk. Það er kannski auðvelt þegar maður er með svona fá að skipa mann með hlutverk og þeir sinna því en þeir fórna allir sínu egói og fyrir hag liðsheildarinnar og það eru allir hlutið þessu. Það er bara þannig, við erum allir sigurvegarar í dag. Fyrsti titill Ísafjarðar í körfubolta síðan 1967, það hlýtur að vera gaman að vera hluta því? Já, líka bara gaman fyrir svona nýtt félag eða nýstofnað félag að geta farið og náð í bikar í fyrsta skiptið og það er þetta mjög ánægilegt og ég ætla að vona að vera ekki 50 ár þannig til að næsti það var ég orðinn gamall grár maður, þannig að ég vona að ég veri nú fleiri á næstu árum.